Rektor, kandidatar, starfsfólk Háskólans á Akureyri og aðrir góðir gestir. Ég býð ykkur hjartanlega velkomin að skjánum. Háskólahátíð 2020 er að renna úr hlaði. Því miður þá erum við ekki með neina nemendur í sal eins og venjulega eða starfsfólk eða góða gesti, heldur verður þetta sjónvarpsútsending í ár. Þannig verður Háskólahátíð í aðlögunarhæfum háskóla. Og ef það er eitthvað sem við höfum lært Háskólan á Akureyri, þá er þetta stofnun og skóli sem getur lagað sig að breyttum aðstæðum og það ætlum við að gera. Við viljum hins vegar hvetja ykkur kandidatar því að þetta er ykkar hátíð til þess að vera virk á bæði samfélagsmiðlum og nota myllumerkið Háskólahátíð til þess að leyfa okkur að sjá hvað þið eruð að gera, hvernig eruð að fagna tímamótunum og hvað ætlið þið svo að gera á eftir, sem eru auðvitað stóra málið. En til að halda okkur við einhvert hluta af formlegheitunum, þá ætlum ég að svo komnu máli að gefa boltan yfir á rektor sem að sjálfsögðu setur Háskólahátíðina formlega. Kæru kandidatar, starfsfólk Háskólans á Akureyri og landsmenn allir. Þetta eru óvenjulegir tímar og hefur verið óvenjulegu vetur fyrir okkur öll en mjög lærdómsríkur. Stærsti lærdómurinn er kannski sá að það velferðarsamfélag sem vestræn lönd hafa búið til á síðustu árum og áratugum er ekki sjálfsagt. Og það er hægt að tapa því. Það verður mögulega frá okkur tekið á mjög skömmum tíma. Við megum því ekki gleyma að velmegunin og öryggið er ekki sjálfsagt. En við höfum líka lært að í okkur öllum býr styrkur og æðruleysi. Styrkur til að takast á við ný verkefni, nýjar aðstæður með hraði og finna nýja lausnir. Og við erum hér í dag á brautskráningu með nýjum hætti, óvenjulegum tímum þar sem við brautskráum 478 nemendur með rafrænum hætti. Verið velkomin á #Háskólahátíð. Kæru kandidatar, ég sakna ykkar. Við söknum ykkar öll hér við Háskólan á Akureyri. Við söknum þess að geta ekki séð í andlit ykkar, geta ekki tekið höndina ykkar og óskað ykkur til hamingju með árangurinn. En að þessu sinni verðum við að láta okkur duga rafrænar kveðjur. Rafrænar kveðjur til samnemenda, til kennara og starfsfólks alls. En við fögnum þeim betur með ættingjum heima fyrir. Við sjáum svo á afmælishátíð Háskólans í haust, 5. september, sem verður haldin sérstaklega ykkur til heiðurs. Og þið munu líta tilbaka á þennan tíma, eftir 1 ár, 5 ár, 20 ár, kannski 50 ár, og hugsa og muna vel eftir þessum óvenjulegu tímum þegar COVID kom og breytti tilveru okkar. Og þó svo þetta hafi ekki alltaf verið auðvelt og á tímum eiginlega skelfilegt. Þá komið þið samt sterkari út úr þessu. Þið komið sterkari út úr þessari raun. Að þið séu nú tilbúin að taka við brautskráningarskírteinum ykkar eftir svo harðan vetur er ekki sjálfsagt. Kæru kandidatar, þetta var vel gert hjá okkur. Innilega til hamingju með árangurinn. Ágætu landsmenn. Það er ekki margir sem gera sér grein fyrir því hversu miklu grettistaki var lyft við Háskólan á Akureyri þegar ákveðið var að fara yfir á stafrænt form í upphafi kófsins. Háskólinn á Akureyri var mjög vel í stakk búinn eftir 20 ára reynslu í fjarkennslu og sveigjanlegu námi til þess að fara í þessar breytingar. En þessar breytingar þurfti að gerast hratt, það þurfti að breyta námskeiðshaldi, það þurfti að breyta staðlótum yfir í fjarlótur, það þurfti að breyta prófum og verkefnum og allt þetta gerði fólkið að miklu öryggi og miklu hraði, með hagsmuni nemenda að leiðarljósi. Þannig að framkvæmd kennslu á síðastliðnu misseri tókst með miklum ágætum þrátt fyrir það ástand sem ríkti. Og allt þetta þurfti að gerast á meðan fólk satt heima við, því byggingar skólans voru að mestu leyti lokaðar á meðan þessu stóð. Við erum því ævinlega þakklátt starfsfólki skólans, kennurum jafnt sem stoðþjónustu fyrir þeirra óeigingjarna framlag og vilja til þessa verks. Það verður seint fullþakkað fyrir. Kæru kandidatar og góðir landsmenn. Ég heyri því stundum fleygt að nú séu bara allir komnir með háskólamenntun. Er ekki bara komið nóg? Háskólinn á Akureyri hefur á síðustu árum þurft að takmarka aðgengi á skólanum umfram það sem gert er í öðrum opinberum skólum. En þrátt fyrir það hefur nemendafjöldinn samt sem áður aukist. Slíkar eru vinsældir skólans og eru við þakklátt fyrir það.
en það lýsir það mjög vel góðu starfi skólans bæði í kennslu og rannsóknum. Það stefnir í að næsta skólaári verður skólinn enn stærri en áður og hefur þó sett met síðustu 2 ár. Og það verður því enn erfiðara verkefni að forgangsraða nemendum, forgangsraða umsóknum fyrir það skólaár. En er þörf á allir þessari menntun? Hugsum aðeins um það. Hvers vegna erum við að mennta starfsfólk til verka í samfélaginu? Við getum byrjað að skoða hverjir voru í framlínu þegar að koma því að leysa úr kófinu. Þríeykið okkar fræga er vel menntað fólk í greinum sem í dag eru allar á háskólastigi. Starfsmaður veirufræði rannsóknastofu Landspítalans sem greindi fyrstu COVID-19 veiruna er menntaður líftæknifræðingur frá Háskólanum á Akureyri. Nemendur í hjúkrunarfræði við Háskólanum á Akureyri og hjúkrunarfræðingar almennt tóku aukinn þátt í starfsemi heilbrigðiskerfisins í heild sinni og iðjuþjálfar fengu gríðarlega stórt verkefni við að halda virkni skjólstæðinga sem bjuggu við einangrun. Lögreglufræðinemar og lögreglan í heild sinni tóku aukavaktir og aukið álag en nemendur þurftu á sama tíma að sinna sinni verkefni og klára sér nám. Annars staðar í efnahagslífinu héldu hjólin áfram sem betur fyrr. Hversu verðmætt hefur það verið fyrir okkur að sjávarútvegur hefur gengið og aflað okkur gjaldeyristekna þegar aðra greinar hafa hrunið. Þar starfa sjávarútvegsfræðingar frá Háskólanum á Akureyri í margvíslegum stjórnunarstöðum. Nú í stjórnkerfinu í heild sinni þarf að semja lög og reglur í ástandi eins og þessu með stuttum fyrirvara og hefur lögfræðimenntar starfsfólk stjórnarráðsins og annað sérhæft fagfólk með háskólamenntun unnið mikið verk á stuttum tíma við að koma þessu í framkvæmd. Við þekkjum öll til starfa grunn, framhalds- og leikskólakennara á þessum erfiðu tímum. Grunn- og framhaldsskólakerfið var reiðubúið að takast á við COVID líkt á háskólakerfið. Ísland var annað 2 ríkja í heiminum sem tókst að halda úti starfsemi allra skólastiga. Það var ekki lítið afrek. Og stór hluti kennara er menntaður við Háskólann á Akureyri. Nú við megum ekki gleyma sálfræðingum sem hafa hjálpað okkur í gegnum þessa óvissu tíma. Félagsfræðingum sem samla gögnum og rannsaka hvernig við eigum að takast á við sambærilegt ástand í framtíðinni sem mun koma. Og í öllu þessu gengu fyrirtækin okkar á stofnanir eins vel og hægt var þar sem viðskiptafræðingar gegna lykilhlutverki í daglegum störfum. Og það er alveg ljóst, kæru kandidatar og nemendur Háskólans á Akureyri, að þið sem hafið tekið ykkar nám í sveigjanlegu námi í fjarkennsluformi hafi verið vel í stakkbúin og jafnvel má segja mun betur í stakkbúin heldur en margir aðrir til að takast á þau verkefni sem COVID hefur fært okkur. Já, það er svo sannarlega þörf fyrir alla þessa menntun. Og Háskólinn á Akureyri er reiðubúinn að taka þátt í að bæta íslenskt menntakerfi og hækka menntunarstig þjóðarinnar áfram. Það voru því gleðifregnir í vikunni þegar að bárust þau tíðindi að Háskólanum verði gerð kleift að auka fjölda hjúkrunarfræðinema frá og með næsta skólaári og jafnframt því að hefja undirbúning að námi fyrir sjúkraliða. Það er einlæg von mín og trú að stjórnvöld svari ákalli samfélagsins aðgengi að háskólum með sama hætti og geri Háskólanum á Akureyri því kleift að taka á móti sem flestum nemendum nú í haust. En til þess að það megi verða veruleika þarf myndarlegt fjárframlag frá stjórnvöldum svo unnt sé að mennta þann hóp nemenda næstu árin. Kæru landsmenn, við þurfum á ykkar stuðningi að halda. Við þurfum á ykkar stuðningi að halda til að minna stjórnvöld á að aðgengi að háskólum verður að vera opið landsmönnum öllum óháð staðsetningu. Og þar gegnir Háskólinn á Akureyri lykilhlutverki með sitt sveigjanlega námsframboð á stafrænu formi. Ég treysti því á ykkar stuðning í þessari baráttu svo ykkar börn og barnabörn fá líka tækifæri til háskólanáms í sinni heimabyggð. Ágætu kandidatar, sá heimur sem þið fáið í arf frá fyrri kynslóðum er flókinn, harðneskjulegur og á tíðum jafnvel ómannúðlegur. Við vitum að stríðsástandi víða heim og sem mannkyn eigum við enn óleyst mörg af okkar stærstu verkefnum. Hvernig tryggjum við góð lífsskilyrði
fyrir alla? Hvernig tryggjum við mannréttindi fyrir alla? Hvernig tryggjum við jafnrétti fyrir alla? Hvernig leysum við úr þetta hættu sem loftslagsváin færir okkur? Hvernig tökumst við á við það þegar vinaþjóðir okkar til áratuga eru enn að glíma við kynþáttahatur og misskiptingu? Hvernig tökumst við á okkar eigin fordóma og vandamál? Atburður síðustu vikna í Bandaríkjunum Norður-Ameríku sýna okkur glöggt að þrátt fyrir að við getum sendt fólk til tunglsins og ráðum yfir tækni til að senda róbota til Mars, þá hefur okkur ekki enn tekist að uppbrauta það samfélagslega mein sem kynþáttafordómar eru. Í vikunni var George Floyd jarðsettur. George Floyd lést vegna valdbeitingar sem á rætur sínar að rekja til menningar og hugsunarháttar sem við sem mannkyn og við sem einstaklingar verðum að losa okkur úr. Brot á mannréttindum og skortur á mannúð er ekki einkamál einstaklinga, þjóða eða samfélaga yfirleitt. Þar verðum við að taka höndum saman og útrýma fyrir fullt og allt. Berjumst fyrir bættum heimi. En veröldin er líka dásamleg. Náttúran og lífverur allar eru ótrúleg fyrirbæri og að því við best vitum einstök í alheiminum öllum. Samneyti við fjölskyldur okkar, ættingja og vini gefa lífinu tilgang og gleði og aðstoð við náungan styrkir okkar samfélag. Með samvinnu náum við langt og við leysum þau verkefni sem lífið færir okkur, verkefni sem geta verið ógnvænleg líkt og COVID hefur verið. En þið, kæru kandidatar, hafið í hendi ykkar að byggja betri heim. Notið þekkingu ykkar til góðs, ykkur og mannkyninu til heilla. Ég þakka ykkur fyrir samveruna síðustu árin og ber ykkur kandidatar góðir bestu kveðjur frá starfsfólki Háskólans á Akureyri og bið ykkur að ganga glöð til þeirra verka sem framundan eru. Eins og þið munu sjá í þeim myndböndum sem framkoma nú á eftir. Að þar er gleðin við völd. Ferðumst innanlands í sumar, munum að rigningin er góð. Lifið heil. Takk fyrir það, Eyjólfur. Áður en að við vindum okkur í það sem öllu máli skiptir, sem að sjálfsögðu sjálf brautskráningin, þá ætlum við að hlýða á nokkra tóna. Tónlistaratriðið í höndum Akureyrings, ungur og efnilegur. Hann heitir Stefán Elí Hauksson og hann flytur okkur frumsamið lag sem heitir Hugan hverfa. Nú veit ég það, í gær var önnur veröld en í dag. Já, ég hélt fyrir augun sama hvað. En þegar ég lít á heiminn sé ég haf. Ég synd og syndi þangað til ég sé enga mun á hafinu og mér Allt sem var og verður dvelur hér Hvað ef allt á að vera eins og það er Takt í höndina á mér og þú munt sjá Hugan byrja hverfa og þér finnst þú verða að sjá Hugan byrja hverfa og þú ferð að elska það Nú lít ég inn Með augun lokuð sé í fyrsta sinn Að ég hef aldrei verið líka minn Það er eitthvað miklu stærra sem ég finn Ég dans og dansa þangað til ég sé Enga mun á öllu öðru og mér Allt sem var og verður dvelur hér Hvað ef allt á að vera eins og það er
Takt í höndina á mér og þú munt sjá. Hugan byrja hverfa og þér finnst þú verða að sjá. Hugan byrja hverfa og þú ferð að elska það. Og þú ferð að elska það. Og þú ferð að elska það. Já, þú ferð að elska það. Að því sögðu þá komið að því sem að kannski öllu máli skiptir, eða ekkert kannski, þetta það sem öllu máli skiptir, það brautskráningin sjálf. Og það kannski við hæfi svona á kóvíðum tímum að við hefjum leika á heilbrigðisvísindasviði, því nú mun Eydís Kristín Sveinbjarnardóttir, forseti sviðsins, brautskrá kandidata af heilbrigðisvísindasviði. Kæru kandidatar, fjölskyldur og aðrir áhorfendur. Það tímamót að brautskrást frá háskóla. Það vekur upp jákvæðar tilfinningar, nýjar vonir vakna og sjálfstraustið eykst. Kandidatar eru komnir á áfangastaðinn sem stefnt hefur verið að árabil. Loksins þessi námsáfangi komin í höfn og tími til að fagna með samnemendum, fjölskyldu og vinum. Stundum kallaður búblutími. Heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri brautskráir skólaárið 2019 til 20 samtals 130 kandidata. 14 hafa þegar brautskrást í október og febrúar en núna í júní brautskrást 116 kandidatar. 48 kandidatar brautskrást með bakkalárgráðu í hjúkrunarfræði og 28 kandidatar brautskrást með bakkalárgráðu í iðjuþjálfunarfræði. 13 kandidatar með 240 einingar bakkalárgráðu í iðjuþjálfunarfræði og 15 kandidatar með 180 eininga bakkalárgráðu í iðjuþjálfunarfræði samkvæmt nýrri metnaðarfullri námskrá iðjuþjálfunarfræðideildar. Frá framhaldsnámsdeild brautskrást 24 kandidatar með viðbótardiplomu á meistarastigi og 16 kandidatar með meistaragráðu í heilbrigðisvísindum eða samtals 40 kandidatar sem met í brautskráningu frá framhaldsnámsdeildin okkar. Heilbrigðisvísindasvið fékk þær góðu fréttir á þriðjudaginn var að ríkisstjórnin muni setja fjármagn í fjölgun hjúkrunarnema. Næstu áramót mun Háskólinn á Akureyri fjölga hjúkrunarnemum úr 55 upp í 75 sem komast upp á vormisseri fyrsta árs. Einnig fær heilbrigðisvísindasvið fjármagn til að taka inn sjúkraliða í viðbótarnám á fagháskólastigi. Kennarar og starfsfólk sviðsins fagnar þessum fréttum og þegar byrjað að bretta upp ermar og spýta í lófa til þess að takast á við þetta verkefni. Svo ég haldi nú áfram að monta mig á sviðinu, þá hefur heilbrigðisvísindasvið fengið mjög góðar umsagnir í SFR könnun stofnun ársins 2020 og sviðið að skora yfir 4 af 5 mögulegum í nær öllum þáttum þeirra könnunar, það stjórnun, starfsanda, vinnuskilyrðum, ánægju og stolti til að nefna einhverja þætti. Að þessu sögðu langar mig til að þakka kennurum og öðru samstarfsfólki fyrir framúrskarandi samstarf í vetur og þá sérstaklega á vormissirinu þegar við öll þurftum að takast á við óvenjulegar aðstæður í ljósi heimsfaraldurs. En vegna jákvæð starfsanda þá tókst okkur að gera okkar besta og fara á kostum. Hvort sem við notuðum Zoom, Teams, GoToMeeting, tölvupóst eða bara venjulegan síma til að finna bestu lausn á flóknum viðfangsefnum, við tvítuðum þá aldrei. Það hefur sjaldan komið eins vel fram og núna í vor í heimsfaraldri hversu mikilvægir heilbrigðisstarfsmenn eru í nútíma samfélagi. Menntun ykkar, kæru brautskráningarnemendur, er verðmæt og samfélagið þarf að meta hana til launa aldrei sem fyrr. Bæði í grunnnámi og svo sé nú ekki talað í viðbótarmenntun í hjúkrunarfræði og iðjuþjálfunarfræði. Í kórónuveiru faraldrinum lögðu nemendur og kennarar heilbrigðisvísindasvið hönd á plóginn í heilbrigðisþjónustu landsins svo eftir því var tekið. Ásamt því að sinna krefjandi verkefnum í námi, starfi og í fjölskyldulífi. Það vel. Mér langar í einlægni
að fara þess á leit við ykkur kæru brautskráningar nemendur að huga vel að heilsu ykkar og vellíðan. Það má ekki gerast að álag vormisseris komi í bakið á ykkur og fjölskyldum ykkar. Ég bið ykkur að fyrirbyggja það eftir bestu getu með því að setja ykkar heilsu í forgang. Rannsóknir hafa sýnt að nemendur sem vinna fulla vinnu, í fullu námi og eiga eigin fjölskyldur, upplifa meiri streitu í námi og í meiri hættu á að upplifa kulnun á fyrstu árum í starfi og eru líklegri til að hætta störfum fyrstu árin eftir brautskráningu. Það grafalvarlegt að missa heilsuna vegna kulnunar í starfi. Þess vegna bið ég ykkur að hlaða rafhlöðurnar í sumar, farið út í íslenska sumarið, hægið á ferðinni og hlúið að ykkur. Hafið orð rithöfundarins Guðrúnar Evu Mínervudóttur með ykkur í leik og í starfi. Gerðu færra, gerðu eitt í einu, gerðu það hægar, hafðu lengra bil á milli gjörða. Að lokum lesi ég upp nemendur sem fengið hafa viðurkenningu eða styrki fyrir námsárangur. KEA veitir Elsabetu Rögnu Hannesdóttur verðandi hjúkrunarfræðingi styrk fyrir hæstu meðalengun í bakkalárprófi á heilbrigðisvísindasviði en Elsabet Ragna með ágætiseinkunnina 9,25. Hún fær einnig viðurkenningu frá Sjúkrahúsinu Akureyri fyrir hæstu meðalengun í hjúkrunarfræðideild. Sjúkrahúsið á Akureyri veitir Andreu Björt Ólafsdóttur viðurkenningu fyrir hæstu meðalengun í 180 eininga bakkalárprófi í iðjuþjálfunarfræði en Andrea Björt með ágætiseinkunnina 9,01. Iðjuþjálfafélag Íslands veitir Aldísu Örnu Þorsteinsdóttur hæstu meðalengun í 240 eininga bakkalárprófi í iðjuþjálfunarfræði en Alda Arna með fyrstu einkunnina 8,7. HSN eða Heilbrigðisstofnun Norðurlands veitir Önnu Karen Sigurjónsdóttur viðurkenningu fyrir hæstu meðalengun í námskeiðum í samfélagshjúkrun. Sontaklúbburinn Þórunn Hyrna veitir Arndísi Vilhjálmsdóttur viðurkenningu fyrir góða lokaritgerð sem fjallar stöðu og réttindi kvenna. Arndís að brautskást og meistaranámi, hennar kjörsvið geðheilbrigðisfræði. Að lokum veitir heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri Söndru Sif Gunnarsdóttur viðurkenningu fyrir hæstu einkunn í 120 eininga meistaranámi en Sandra Sif með ágætiseinkunnina 9,25, hennar kjörsvið stjórnun í heilbrigðisþjónustu. Hjartanlega hamingjuóskir með glæsilegan árangur Elsabet Ragna, Andrea Björt, Aldís Arna, Anna Karen, Ardís og Sandra Sif. Kennarar og starfsfólk heilbrigðisvísindasviðs óskar öllum brautskráningarkandidötum og fjölskyldum þeirra til hamingju með daginn. Brautskráning hér með lokið frá heilbrigðisvísindasviði Háskólans á Akureyri árið 2020. Nú ætla ég að þessu loknu að bregða mér í veiði, í fluguveiði, í Laxá í Mývatnssveit og ég set upp hattinn út af því og ég farin bless. Kæru útskriftanemar og hjúkrunarfræðideild. Nei, kæru nýju hjúkrunarfræðingar. Innilega til hamingju með þennan stóra áfanga í lífi ykkar. Megi ykkur vegna vel í lífi og starfi ókomna tíð. Með kærri kveðju frá okkur öllum kennurum í hjúkrunarfræðideild Háskólans á Akureyri. Komið öll sæl. Ég ásamt starfsfólki iðjuþjálfunarfræðideildar óska ykkur öllum sem á brautskrást í dag innilega til hamingju með daginn. Veit að aðstæður ykkar hafi verið krefjandi undanfarna mánuði og mörg úrlausnarefni sem hefur þurft að finna lausn á samhliða því að sinna krefjandi námi. Ég efast ekki að framtíðin sé björt og mörg spennandi verkefni framundan. Kæru nemendur í iðjuþjálfunarfræði sem útskrifast nú í vor, bestu þakkir fyrir gott samstarf síðustu árin. Ég vona síðan að við hittumst öll og fögnum saman áfangunum þann 5. september. Sjáumst þá. Kæru útskriftanemar, fyrir hönd framhaldsnámsdeildar heilbrigðisvísindasviðs Háskólans á Akureyri vil ég óska ykkur innilega til hamingju með útskriftina og daginn. Ég óska ykkur allsins besta í framtíðinni, bæði í ykkar einkalífi sem og í starfi og í framlagi ykkar til vísinda og þróunar í heilbrigðiskerfinu sem ég sannfærð að verður tekið eftir.
Kærar þakkir fyrir þá ákvörðun að velja Háskólann á Akureyri fyrir framhaldsnámið ykkar. Við erum stolt af ykkur. Takk fyrir samveruna. Áfram höldum við hérna frá Háskólanum á Akureyri með nemendur í forgrunni, þótt engir séu nemendur á staðnum á þessum óvenjulegu tímum. En nú mun Elín Díana Gunnarsdóttir, forseti hug- og félagsvísindasviðs, brautskrá sína kandidata. Kæru kandidatar. Í dag fögnum við þessum merka áfanga í lífi ykkar og gleðjumst yfir afrekum undanfarinna missera, jafnt stórum sem smáum. Nýliðnar vikur og mánuðir hafa fært okkur áskoranir sem óneitanlega setja hlutina í ákveðið samhengi og sýna okkur á afgerandi hátt hversu fjölbreytt og óútreiknanlegt ferðalag lífið getur verið. Mér langar að fara með nokkur erindi úr ljóðinu Hvatning eftir Ólaf Ragnarsson. En þessi fallegi texti hvetur okkur áfram þar sem við tökumst á við hverfurleika lífsins og þær margvíslegu áskoranir sem framtíðin getur fært okkur. Láttu ekki daga lífsþíns lit sínum glata. Þótt birtur þér hafi verið bráðþungur dómur. Láttu ekki leiftur myrkva í sinni loka þér sín fram á veg og hvorki gæfun ég gleði úr greipum þér smjúa. Á þetta lítu sem áskorun nýja, átak sem styrkir. Vænlega reynslu sem veitir þér viðbótar þroska. Lítu á fólki þitt ljúfa og lífsglaða vini. Fjársjóða minningum fögrum, fögnuð, andrár og daga. Lífið þú hefur í hendi og höndlar það enn. Staðfastur njóttu og sterkur þeirra stunda sem gefast. Með þessi ráð í farteskinu hvetji ykkur til að horfa björtum augum til framtíðarinnar og allra þeirra ævintýra sem hún ber með sér. Á sama tíma og þið yljið ykkur við fjársjóð af minningum árana hér við skólan. Einhver ykkar eigi vonandi eftir að safna enn fleiri minningum hér við Háskólann á Akureyri með því að bætast í hóp þeirra meistara og doktorsnema sem nú stunda hér nám. Við hug- og félagsvísindasvið brautskráist í dag 231 kandidat með 237 prófgráður. Við félagsvísindadeild eru 100 kandidatar að ljúka námi. 5 með diplómu í lögreglufræði fyrir starfandi lögreglumenn, 53 með diplómu í lögreglufræði fyrir verðandi lögreglumenn, 4 með BA-próf í félagsvísindum, 7 með BA-próf í fjölmiðlafræði, 23 með BA-próf í lögreglu og löggæslufræði, 5 með BA-próf í nútímafræði, 1 með diplómu í fjölmiðla- og boðskiptafræði og 2 með MA-próf í rannsóknartengdu meistaranámi í félagsvísindum. Viðurkenningu frá Landssambandi lögreglumanna fyrir góðan námsárangur í diplómanámi fyrir verðandi lögreglumenn fær Arnar Guðjón Skúlason. Viðurkenningu frá Lögreglustjórafélaginu fyrir góðan námsárangur í diplómanámi fyrir starfandi lögreglumenn fær Árni Gunnar Ragnarsson. Viðurkenningu fær Kristín Fríða Alfreðsdóttir sem sýnt hefur afburðar árangur í námi til BA-prófs og er með hæstu meðaleinkunn brautskráðra bakkalárnema við félagsvísindadeild. Kristín Fríða fær einnig viðurkenningu frá ríkislögreglustjóra fyrir besta námsárangur til BA-prófs í lögreglu og löggæslufræði. Sontaklúbbur Akureyrar veitir viðurkenningu fyrir framúrskarandi ritgerðir sem fjalla aukin réttindi kvenna og eða jafnrétti. Í ár hlýtur Fairuz nú viðurkenninguna fyrir ritgerð sína Arab Muslim Immigrant Women in Iceland Outside the Capital Area. Við kennaradeild eru 75 kandidatar að brautskrást. 16 með B.Ed.próf í kennarafræði, 13 með diplómu í menntunarfræði, 35 með M.Ed.próf í menntunarfræði, 8 með diplómu í menntavísindum og 3 með MA-próf í menntavísindum. Viðurkenningu fær Hrefna Maren Jörgensdóttir sem sýnt hefur afburðar árangur í námi til B.Ed.prófs í kennarafræði og er með hæstu meðaleinkunn brautskráðra bakkalárnema við kennaradeild.
Viðurkenningu fyrir hæstu meðaleinkunn meistaranema við hug- og félagsvísindasvið fær Bryndís Sóley Gunnarsdóttir, kandidat í menntunarfræði. Við lagadeild eru 4 kandidatar að brautskrást með BA-próf í lögfræði. Viðurkenningu fær Stefán Aspar Stefánsson sem sýnt hefur afburðar árangur í námi til BA-prófs í lögfræði og er með hæstu meðaleinkunn brautskráðra bakkalárnema við lagadeild. Við sálfræðideild eru 60 kandidatar að brautskrást með BA-próf í sálfræði. Viðurkenningu fær Guðrún Rut Guðmundsdóttir sem sýnt hefur afburðar árangur í námi til BA-prófs í sálfræði og er með hæstu meðaleinkunn brautskráðra bakkalárnema við sálfræðideild. Þar með er lokið brautskráningu kandidata við hug- og félagsvísindasvið og ég fyrir hönd sviðsins óska ykkur öllum hjartanlega til hamingju. Ágætu kandidatar, til hamingju með daginn öllsömmul. Ég þykist vita að undanfarin misseri hafi skipst á skinn og skúrir hjá ykkur í náminum. Þannig nú eðli háskólanámsins og maður veit eiginlega aldrei fyrirfram hvaða í þessu lærdómsferli sem á eftir að gagnast manni mest þegar fram í sækir. Ég get eins og að fullyrt að í félagsvísindadeild hafið þið fengið heildstæða og vandaða menntun á ykkar sérsviðum, menntun sem þið nú getið nýtt ykkur á nýjum vettvangi, hvort sem það verður á vinnumarkaði eða í framhaldsnámi. Þessi menntun og sú gráða sem þið hafið lokið er mikilvægt veganesti. Það er mikilvægt fyrir framtíðina. Þetta er eitthvað sem verður ekki frá ykkur tekið, eitthvað sem þið getið verið stolt af. Fyrir hönd félagsvísindadeildar óska ég ykkur velfarnaðar í því sem þið nú takið ykkur fyrir hendur og við þökkum kærlega fyrir samstarfið á undanförnum árum. Ágætu útskriftarnemar frá lagadeild Háskólans á Akureyri. Við erum saman komin hér í dag með þessum óvenjulega hætti til að samfagna með ykkur. Fyrir hönd lagadeildar, kennar og starfsfólks óska ykkur innilega til hamingju með þennan mikilvæga áfanga í lífinu. Laganám er krefjandi og þið megið vera stolt af árangri ykkar og vinnusemi. Það opnar nýjar dyr inn í framtíðina og við hlökkum til að fá ykkur í haust til sem ætlaði að halda áfram námi við lagadeild. Megi gæfan fylgja ykkur. Sálfræðideild þakkar kandidatum sínum fyrir samstarfið og óskar ykkur hjartanlega til hamingju með árangurinn. Gangi ykkur vel í framtíðinni. Ágætu kennaranemar. Fyrir hönd kennaradeildar óska ég ykkur innilega til hamingju með daginn. Jafnframt óska ég ykkur velgengni í starfi eða frekara námi. Ég vona að námið hafi búið ykkur vel undir framtíðina og að þið munið láta til ykkar taka í skólastarfi með trausta þekkingu og reynslu og sterka en opna starfskenningu. Bestu kveðjur og þakkir frá kennaradeild. Njótið dagsins, hann er ykkar. Elsku kandidatar, innilegar hamingjóskir með daginn og þennan merka áfanga. Við þökkum ykkur innilega fyrir samstarfið á liðnum árum. Farnist ykkur vel í framtíðinni. Hlökkum til að sjá ykkur í september. Sólarkveðja frá Akureyri! Þetta gengur bara býsna vel hjá okkur. Að síðustu mun nú Rannveig Björnsdóttir, forseti viðskipta- og raunvísindasviðs, brautskrá kandidata af sviðinu. Kæru kandidatar sem eruð að útskrifast af viðskipta- og raunvísindasviði voru 2020. Til hamingju með daginn. Sviðinu tilheyra 2 deildir, viðskiptadeild og auðlindadeild og einnir heyrir undir fræðasviði grunnnám í tölvunarfræði við Háskólann í Reykjavík sem alfarið er kennt við Háskólann á Akureyri. Við viðskiptadeild er kennt í grunnnámi á 2 námslínum, annars vegar stjórnun og markaðsfræði þar sem nú eru 34 að brautskrást með bakkalárgráðu að þessu sinni og hins vegar stjórnun og fjármál þar sem nú eru 23 að brautskrást.
Einnig við viðskiptadeild sviðsins boðið upp á viðskiptafræði með áherslu á sjávarútvegsfræði. Við auðlindadeild kennt grunnnám á 2 námslínum, sjávarútvegsfræði þar sem 16 brautskrást með bakkalárgráðu nú í vor og líftækni þar sem 4 kandidatar að brautskrást nú í vor. Einnig boðið upp á 2-falda gráðu í viðskiptafræði og sjávarútvegsfræði þar sem 5 kandidatar brautskrást að þessu sinni. Nemendur í tölvunarfræði hafa stundað nám sitt alfarið hér á Akureyri en eru brautskráðir frá Háskólanum í Reykjavík og hafa skólarnir afhent þeim skírteini sín í sameiningu. Að þessu sinni brautskrást 8 nemendur með bakkalárgráðu í tölvunarfræði frá Háskólanum í Reykjavík sem kennt var við Háskólann á Akureyri. Í meistaranámi viðskipta- og raunvísindasviðs boðið upp á rannsóknatengt einstaklingsmiðanám, Master of Science. Og það gert við báðar deildir fræðasviðsins í öflugu samstarfi við atvinnulíf og samstarfsstofnanir skólans innan lands jafnt sem utan. Og þar bjóðum við upp á meistaranám í viðskiptafræðum, í auðlindafræðum og í sjávarútvegsfræði. Samhliða námi sem boðið hér á Akureyri á meistarastigi útskrifar sviðið meistaranema í haf- og strandsvæðastjórnun og einnig í sjávartengdri nýsköpun sem hvort tveggja kennt við Háskólasetur Vestfjarða á Ísafirði og fá þeir 15 nemendur sem brautskrást þaðan nú í vor skírteini sín afhent við sérstaka athöfn á Ísafirði þann 17. júní næstkomandi. Við viðskipta- og raunvísindasvið einnig boðið upp á rannsóknatengt doktorsnám á 3 sviðum. Þau líftækni, sjávarútvegs- og fiskeldisfræði og loks viðskiptafræði. Gaman að segja frá því að nú nýverið var gengið frá samningi við fyrsta doktorsnema fræðasviðsins og frágangur samnings við annan doktorsnema í farvatninu. Á liðnum árum hefur þó fjöldi doktorsnema unnið að sínum rannsóknum við sviðið og undir leiðsögn sérfræðinga þess. Og rannsóknarvinnan í heild sinni hefur jafnvel alfarið fram innan veggja skólans en þessi nemendur hafa þó verið skráðir við aðra háskóla þar sem Háskólinn á Akureyri hafði áður ekki heimild til þess að bjóða upp á doktorsnám. Við upphaf þessa skólaárs voru 550 nemendur skráðir í grunnnám við fræðasviðið og hefur í ár sem endranær verið unnið mikið og fjölbreytt starf í námi, rannsóknum og þróun. Í góðu samstarfi við samstarfsstofnanir og atvinnulíf. Ég vil þakka samstarfsaðilum, nemendum og starfsfólki sviðsins góð störf og ánægilegt samstarf á skólaárinu. Að þessu sinni brautskráðir 82 kandidatar eftir nám á bakkalárstigi við viðskipta- og raunvísindasvið, 57 frá viðskiptadeild og 25 frá auðlindadeild. Viðurkenningu fyrir besta námsárangur við auðlindadeild og jafnframt besta námsárangur kandidats viðskipta- og raunvísindasviðs nú í vor hlýtur Bjartur Hilmisson með ágætiseinkunnina 9,41 og það 3. hæsta meðaleinkunn við auðlindadeild frá upphafi. Viðurkenningu fyrir besta námsárangur við viðskiptadeild nú í vor hlýtur Erna Ósk Björgvinsdóttir með ágætiseinkunnina 9,07. Einnig brautskráðir 8 kandidatar eftir nám á bakkalárstigi við Háskólann í Reykjavík og við Háskólann á Akureyri. Viðurkenningu fyrir besta námsárangur í tölvunarfræði HR við HA nú í vor hlýtur Þórný Stefánsdóttir. Ég óska þessum einstaklingum innilega til hamingju með árangurinn og þau fá afhenta veglega bókargjöf í viðurkenningaskyni. Við lok þessa svo margt sérstaka skólaárs mér efst í huga þolinmæði, skilningur og almennt umburðarlyndi nemenda, jafnt sem kennara og alls starfsfólks sviðsins í því ástandi sem við upplifðum skyndilega á miðju vormisseri. Með sameiginlegu átaki
tókst okkur að koma okkur nokkuð farsannlega í gegnum það. Þar til ég hafa skipt sköpum að deildaráð sviðsins var reiðubúið að funda daglega í lengri tíma, að sjálfsögðu rafrænt, með það að markmiði að geta gripið inn og breytt stefnunni hvar og hvenar sem hallaði undan fæti á vegferð okkar. Nóg er að fundunum í almennri starfsemi fræðasviðsins, þannig að það er engan veginn sjálfsagt að starfsfólk gefi kost á sér í alla þessa aukafundi og þaðan að síður fulltrúar nemenda í deildaráði sviðsins sem sátu alla þessa aukafundi og aðstóðuðu stjórnendur með ómetanlegum hætti með því að endurspegla áhyggjur og vangaveltur sem óhjákvæmilega komu upp á meðal nemenda sviðsins í þessu ástandi. Vil ég nýta þetta tækifæri til þess að þakka fulltrúum nemenda og öðrum meðlimum deildaráðs viðskipta- og raunvísindasviðs sérstaklega fyrir þeirra ómetanlega framlag í nauðsynlegum aðgerðum okkar vegna kórónuveiru faraldursins nú í vor. Að lokum vil ég óska kandidötum, fjölskyldum þeirra og öðrum aðstandendum innilega til hamingju með áfangan. Það er virkilega tilefni til að fagna og njótið þessa mikilvæga skrefs í undirbúningi ykkar fyrir framtíðina. Ég óska ykkur öllum velfarnaður ókomin ár. Takk fyrir. Kæru útskriftarnemar, þó að útskrift í ár verður með öðru móti en hefur verið áður, þá er það með mikið gleði efni að óska ykkur innilega til hamingju með áfangan. Og eftir að COVID-víran skaut upp kollinum hérna á alheimsvísu að þá þurftu við, bæði stjórnendur og í samráði við starfsmenn og nemendur, að finna leiðir til þess að klára skólaárin. Við vorum tiltölulega heppnir með það að í auðlundadeild þá vorum við nokkurn veginn bara búin með allt verklegt sem við þurftum að inna að hendi. Það kom eins og upp auðvitað spurningar hvernig áttum að klára prófin og það var gert í samvinnu við fulltrúa nemenda og ég þakka þeim kærlega fyrir það. Gert á fjölmörgum Teams-fundum sem voru haldnir. Nú, ég vona að þið komið til með að njóta þessa rafræna útskriftardags sem verður í ár og komið síðan bara í haust þar sem að við gerum útskrift ykkar bara veglega og með meira formlegri hætti. Bestu kveðju frá auðlundadeild Háskólans á Akureyri. Kæru útskriftarnemar úr viðskiptadeild. Í dag eru þið að útskrifast og að ljúka stórum áfanga í ykkar lífi. Tími komin á að hverfa til annara verkefna. Síðasta önn hefur verið með miklum ólíkindum og mun auðvitað fara í sögubækur, Íslandssöguna, sögu skólans og ævisögur okkar allra. Staðan sem kom upp í byrjun mars síðastliðinn setti margt úr skorðum. Bæði hvað varðaði kennsluhætti og svo framkvæmt prófana. Þetta hefur auðvitað verið íþyngjandi fyrir ykkur en þið hafi staðist þetta álagspróf og með samstilltu átaki allra hefur tekist að koma þessu öllu í höfn. Þið eruð að útskrifast. Ég er þess fullviss að þið sem nú útskrifist úr viðskiptadeild eigið eftir að verða gamla skólanum ykkar til sóma hvar sem þið farið eða látið til ykkar taka. Viðskiptadeildin hefur lagt sig fram að búa ykkur sem best undir það að geta tekist á við fjölbreytt verkefni í störfum, í frekara námi og í lífinu yfirleitt. Ég er sannfærður að ykkur á eftir að farnast vel þarna úti. Fyrir hönd starfsfólks deildarinnar óska ég ykkur til hamingju með daginn og velfarnaðar. Framtíðin er ykkar. Kæru útskriftarnemar, Baldur Benedikt, Fjölnir, Hannes, Kristinn Magnús, Óskar og Þórný. Innilega til hamingju með hennar glæsilega áfanga BS í tölvunarfræði. Þetta er búið að líða hratt þegar maður líður tilbaka. Ég vona að þið hafi notið ferðalagsins. Það var ánægilegt að kynnast ykkur og ég veit að við munum hittast aftur. Takk fyrir mig. Ég óska ykkur allsins besta í framtíðinni og segi
halló heimur og ekki gleyma gæsalöppunum. Ágætu gestir, nú ætlum við aðeins að breyta kúrs og skipta gír og vegna þess að þetta er bæði óvenjulegt ár, þetta er óvenjuleg útsending, þetta er óvenjuleg hátíð, þá er heiðursgesturinn í ár af, eigum ekki að segja óvenjulegum toga. Ég ætla að kynna til leiks Helga Björnsson, sveitungaminn og vestfirðing eða Holy Bee eins og við köllum hann fyrir vestan. Hann ætlar að ávarpa gesti og hver veit nema hann leyfi ykkur að heyra kannski einhverja tóna. Kæru kandidatar og landsmenn allir, til hamingju með þennan stóra dag í ykkar lífi. Daginn sem þið eru búin að horfa á dagatalinu í langan tíma og sjá nálgast óþægilega hratt á stundum eða allt og hægt líka. Þið eru búin að leggja á ykkur mikla vinnu, mikla ögun, einbeitingu og leggja væntanlega smá áhyggjur og vinnu á þá sem næst ykkur standa eins og vera ber. Og sjá, hann er kominn í öllu sínu veldi. Þetta er ykkar dagur, stóri dagurinn, til hamingju aftur. Og mér verður hugsað tilbaka aftur 37 ár þegar ég útskrifaðist árið 1983, á síðustu öld. Eftir 4 ára nám í Leiklistarskóla Íslands. Og mér fannst eins og ég væri loksins að sjá upp fyrir yfirborðið. Að það væri eins og ég væri loksins orðin fullorðin. Þrátt fyrir að ég ætti þá þegar konu og barn. Og allt lífið framundan. Og þá hófst stærsta verkefnið að skapa sér sitt eigið líf. Og sem ný útskrifaður leikari, skítblankur, með námslánin á bakinu, þýddi ekkert annað en að horfa bjartur til framtíðar, kaupa meira þorskalifur sem var ódýrasti maturinn sem við gátum keypt og treysta á að það starf sem maður hafði valið sér myndi gefa manni lífsfyllingu. Og svo var að skapa sér tækifæri og það gerir enginn fyrir mann. Þar þarf maður að vera útsjónarsamur og skapandi og maður verður að treysta á sjálfan sig. Ég hef aldrei lagt mig í far það að vera endilega eins og allir aðrir og aldrei haft áhyggjur af því þó ég skeri mig úr. Maður á að hugsa út frá því að maður sé sjálfstæður og óhræddur í því sem maður tekur sér fyrir hendur. Sá eini sem getur sagt þér hvort þú sért að gera rétt eða ekki, ert þú sjálfur. Vertu þú sjálfur. Vertu þú sjálfur. Gerðu það sem þú vilt, vertu þú sjálfur, eins og þú ert, láttu það flakka, dansaðu í vindinum, faðmaðu heiminn, elskaðu. Faðmaðu heiminn. Opnaðu faðminn fyrir tækifærum lífsins. Vertu hugrakkur, vertu óhræddur við að fara nýja leiðir, ótrónar slóðir í leið þinni að fullkomnun. Því við viljum öll verða betri í því sem við tökum okkur fyrir hendur. Við viljum betra okkur. Og nú eru þið á leiðin út í atvinnulífið og þar eigið eftir að skapa ykkur starfsvettvang. Þið völduð ykkur braut og væntanlega var það val ekki tilviljun. Og vonandi verður sú fjöl farsæl því það er svo gott að vera búin að finna sig og þann veg sem maður vill feta. Það skiptir svo miklu máli að fylgja hjartanu, innsæinu
og fylgja því ávallt, því það er áttavitin. Alveg sama hverjir tískustraumar verða, þú veist sjálfur innst inni allt hvað þú þarft að vita. Og það verður að vera gaman á leiðinni, því gleðin gefur þér byr undir báða vangi. Við erum öll ólík, við erum öll sérstök, en við eigum eitt sameiginlegt. Við erum öll sexy, hver á sinn hátt. Er það ekki? Er ekki allir sexy? Og síðan hittumst við aftur á miðri leið. Og síðan hittumst við aftur á miðri leið. Ég stend hérna einn í rigningunni, hugsa til þín í öðru landi, horfi til himins á stjörnurnar, eru þær eins hjá þér. Ef ég ætti 3 óskir, ég óskaði mér að ég gæti flogið til þín, yfir fjöll, yfir höf, til þín. Og síðan hittumst við aftur á miðri leið. Við eigum heiminn og allt sem í honum er. Og síðan hittumst við aftur á miðri leið. Mér langar að klifra upp á regnbogann, mér langar að synda í tunglsljósi, mér langar að sigra jökulinn, eldfjöllin, og með þér. Ég get ekki sungið, ég get ekki grátið, ég get ekki fundið norðurljósin, tilganginn, fullkomnum án þín. Og síðan hittumst við aftur á miðri leið. Við eigum heiminn og allt sem í honum er. Og síðan hittumst við aftur á miðri leið. Og síðan hittumst við aftur á miðri leið. Já, þá náttúrulega komið að aðalfólkinu og það að sjálfsögðu kandidatarnir. Í ár fórum við dálítið óvenjulega leið því að við óskuðum eftir kveðjum frá kandidatum á myndbandi og það auðvitað ekki að spyrja að okkar fólki. Við fengum kveðjur og við ætlum að sjá afraksturinn núna. Og það fátt meira við hæfið en að byrja á kveðju frá kandidat úr sjávarútvegsfræði og hvaðan haldið að hann hafi sent sína kveðju? Hann auðvitað út á sjó. Þannig að förum borð, gjörið svo vel. Komið sæl, kæru samnemendur. Á þessum merku tímamótum mér ljúft og skylt að líta yfir farinn veg. Námið við Háskólann á Akureyri var mér hagnýtt bæði og gott. Og það von mín og hyggja að samnemendur mínir taki námið sem þeir hafa numið við HA með sér áfram vegferðina. Nú, háskólasamfélagið var öflugt, en gott háskólasamfélag ekkert án virkra þátttakenda. Nú, ég vil að lokum óska ykkur öllum innilega til hamingju með útskriftina, með námið, með skólan, með háskólasamfélagið og ykkur sjálf. Takk fyrir mig og njótið þessa frábæra tyllidags með ykkar nánustu. Sæl. Ef þú ert að útskrifast, til hamingju. Ef þú ert ekki að útskrifast, þá vonaði ég að þú sért að fagna með vinið þínum. Þau eiga það skilið. En þrátt fyrir þessa fordæmalausu tíma, þá tókst okkur þetta. Til hamingju við!
Hæ, ég heiti Andrea Björt og ég vil þakka kennurum í iðjuþjálfunarfræðideildinni fyrir vel unnin störf og ég vil líka þakka samlöndum mínum fyrir 3 krefjandi en skemmtileg ár. Ég vil sérstaklega þakka Guðrúnu Lilju fyrir að hafa alltaf komið og pikkað mig upp í lotum og henni Júlíu fyrir að hafa leyft mér að gista. Ég ennþá með húslyklana þína, Júlía, þannig að ég skal reyna að koma til þín sem fyrst, en já, það mjög heimilislegt hjá Júlíu. Kæru samnemendur, innilega til hamingju með áfangan. Þetta tókst. Ég vil langar að þakka Háskólanum á Akureyri fyrir þau forréttindi að geta stundanám, að fá að stundanám ásamt vinnu. Og já, bara takk fyrir mig og innilega aftur til hamingju. Hafa það gott í sumar. Ég tók risastórt skref út fyrir þægindarammann þegar ég ákvað að sækja í háskóla og var eiginlega bara mjög efins að ég fengi inngöngu, en nú ég hér 5 árum seinna með BA í sálfræði og master í menntunarfræðum. Takk þið öll yndislega fólk í HA, þið eru frábær. Góðan dag og gleðilegan brautskráningadag. Ella Björk heiti ég og mér langar til að óska ykkur öllum innilega til hamingju með áfangan. Elsku kandidatar og vinir, takk fyrir að hafa gert síðustu 3 ár frábær og algjörlega ógleymanleg. Mér langar til að þakka ykkur sérstaklega fyrir frábært sprellmót, árshátíðir og aðra viðburði sem við áttum saman. Ég á svo sannarlega eftir að sakna ykkar og háskólalífsins og ég óska ykkur góðs gengis í framhaldinu. Eigið góðan dag á þessum uppskeru tíma í faðmi fjölskyldu og vina og ég hlakka til þess að skála við ykkur 5. september. Til hamingju með daginn öll. Síðustu 3 ár hafa verið mjög krefjandi en jafnframt mjög skemmtileg. En mér langar að senda kæra kveðjur á Háskólanum á Akureyri og þakka kærlega fyrir mig. Ég langar að óska ykkur öllum innilega til hamingju með áfangan. Finnur, takk fyrir þolinmæðina og hafa aukið áhuga minn á kennaranámi enn frekar og einnig frá Brynhildur og Kristín Jóhanns sérstaka þakkir. Ég þakka þér Snæborg fyrir alla þolinmæðina og allt sem þú gert fyrir mig og eins Tinna. Allir dásamlegu fjarnemarnir, ég áttur að sakna ykkar og ég vona að ég hitti ykkur í haust. Og svo einnig langar mig að þakka Sólveigu Maríu, formanni, sérstaklega fyrir bara góðan stuðning og hafa trú á mér og alltaf gott að geta leita til hennar. Til hamingju með daginn. Elsku samnemendur, kæru kandidátar, þrátt fyrir mikinn mótvind og heimsfaraldur, þá er komin gráða sem þið getið státað. Innilegar hamingjóskir fyrir þennan árangur, útskriftarklæðin, nú þið getið mátað. Allir helgidagar sem fór í lærdóm við mikla þjáningu, að hlusta á fyrirlestra, að lesa fræðibækur, það er hálf magnað. Nú er þetta allt þess virði við brautskráningu, okkur til heiðurs, næstu dögum verður fagnað. Í dag verða feður og mæður sko kátar, með menntun sem þyngir ykkar pingju. Elsku samnemendur, kæru kandidátar, enn og aftur, innilega til hamingju. Takk fyrir þessar hjartnæmu kveðjur, kæru kandidátar, auðvitað ekki við öðru að búast af ykkur. Næst ætlum við að fá örlítið meiri tónlist. Stefán Eli er afturkominn og með honum er Amelía Ósk. Hún er frá Blöndós og þau ætla að flytja okkur lagið Myndir, sem er að sjálfsögðu lag og texti eftir Einar Bárðarson. Og við vitum öll hvaðan hann er. Hann er ekki að norðan. Gjörðu þið svo vel. Ég á gamlar myndir og geymi meira að segja nokkur gömul bréf frá þér. Það gleymast gamlar syndir og horfni tíma líð í gegnum höfuðið á mér. Vertu mér hjá, lof mér að sjá hvað þetta var sem dró mig svona að þér. Lof mér að ná því að mér brá hvað þetta var sem dró mig svona að þér. Horfa á gamlar myndir og
Tímabil sem gleymdust birtast mér í augum þér. Finnst þú vera hjá mér. Hugmynd þín friðþæging í endalausri nótt. Vertu mér hjá, lof mér að sjá hvað þetta var sem dró mig svona að þér. Lof mér að ná því að mér brá hvað þetta var sem dró mig svona að þér. Pennin brotin, blöðin komin til þín. Ég sé svo eftir því að hafa hægt. Tíminn liðinn, tækifærin á braut. Ég bíð bara eftir því að komast heim. Að komast heim, ó, ó, ó. Hún var senna kveldi. Nóttin tekur við mér brotnum örmum þínum úr. Tár á köldum steini. Dofna tilfinningar og þær deyja smátt og smátt. Vertu mér hjá, lof mér að sjá hvað þetta var sem dró mig svona að þér. Lof mér að ná því að mér brá hvað þetta var sem dró mig svona að þér. Vertu mér hjá, lof mér að sjá hvað þetta var sem dró mig svona að þér. Lof mér að ná því að mér brá hvað þetta var sem dró mig svona að þér. Takk fyrir þessa ljúfu tóna Amelía Ósk og Stefán Elí, en einn af stærstu þáttunum í háskólahátíð auðvitað hlutur góðvina og Einar komin hérna að vanda. Við hittust einu svona ári, Einar það ekki að þessu tilefni? Jú, jú. Aðeins áður en við förum í rauninni ykkar stærsta þátt í háskólahátíðinni sem eru í rauninni þessi heiðursverðlaun. Segðu mér aðeins frá góðvinum. Hvað eru góðvinir og hver er svona tilgangurinn? Þetta er frjálsfélagasamtök sem að hafa frá árinu 2004 starfað og eins og þú segir, kannski það sem mest er áberandi það er jú þessi veiting þessara heiðursviðurkenninga okkar. Nú, við höfum líka verið að vinna í því að styrkja tengsl gamalla nemenda við skólan með því að standa fyrir endurfundum í júní það bil sem að brautskráningarhátíðin fer fram hér og styrkja og styðja starfsfólk og nema í þessum skóla til góðra verka. Sko sem fyrrverandi nemandi og svona líta á mig sem góðvin allavega, eru brautskráðir fyrrverandi nemendur háskólans, eru þeir nógu duglegir að tala máli skólans og svona láta sig málefni skólans varða? Það er nú eflaust misjafnt eins og gamli nemendur eru margir. Jú, ég held að margir af okkar nemendum hafi nú tala máli skólans þar sem þeir hafa komið og borið skólanum vel söguna. Hvað er svona framundan? Hvernig sérðu góðvini vaxa og dafna? Nú er skólinn orðinn liðlega 30. Góðvinir eru eitthvað yngri? Já, þetta er að slíta barskónum? Jú. Ég sé náttúrulega fyrir mér að góðvinir geti einn góðan veðurdag orðið ráðið yfir sæmilega stöndu sjóði, fjár, þannig að þeir geti styrt starf og námi í þessum skóla með enn veglegri hætti að gera nú þegar. Það er náttúrulega við búum við það þó svo að þessi skóli sé orðinn liðlega 30 og góðvinir að nálgast 20. Þá er það lítið og þá er það náttúrulega mjög ungt í þessu stóra samhengi. En mjór er mikils vísir. Og hvað gera þeir sem að vilja svona komast í snertingu við ykkur, vera hluti af hópnum? Já, og það er, fólk getur skráð sig á heimasíðu háskólans. Þar er hægt að skrá sig annars vegar í einstaklingsaðild og hins vegar í fyrirtækjaaðild. Nú, svo er einfalt mál að taka upp símann og hringja á skrifstofu skólans og heyra í okkur og okkar fólki sem að sér
þetta svona dagstælega. Eða hreinlega bara hringi þig. Eða það. Ég gef þér bara orðið, nú tekur þú bara við og segir okkur hverjir það eru sem að hljóta heiðursverðlaunin í ár. Já, takk fyrir það. Úr framhaldsnámi hlýtur einn nemi verðlaun, það er Helena Sjörup Eiríksdóttir. Hún brautskráist með meistaraprófi í menntunarfræði með áherslu á leikskólakennarafræði, en hún lauk B.Ed gráðu í júní 2018. Frá því að Helena flutti til Akureyrar haustið 2018 hefur hún tekið virkan þátt í háskólasamfélaginu. Hún tók við hlutverki formanns Magister, félagskennarnema áramótin 2018 til 19 og gegndi því hlutverki einnig starfsárið 2019 til 20 og átti þar af leiðandi sæti í stúdentaráði SHA. Nú formanns hlutverkinu fylgir seta á deildarfundum kennaradeildar, deildarráðs, fundum hug- og félagsvísindasviðs og seta í náms- og matsnefnd kennaradeildar og þar hefur Helena tekið virkan þátt og verið öflugur talsmaður kennaranema. Helena hefur tekið virkan þátt í kynningarstörfum háskólans og verið ötull talsmaður hans, ekki síst þegar kemur að leikskólakennarafræði. Nú í grunnnámi fá 3 kandidatar heiðursverðlaun góðvina. Á heilbrigðisvísindasviði er það Sigríður Arna Lund sem að útskrifast með BS-prófi í iðjuþjálfunarfræði. Sigríður Arna Lund eða Sigga Lund hefur tekið virkan þátt í háskólasamfélaginu á Akureyri, en hún ákvað að flytja til Akureyrar eftir því að hún gerði sig grein fyrir því að hún vildi ekki missa af öllu því sem að samfélagið hér hefði upp á að bjóða. Hún var gjaldkeri Eyrar, félags heilbrigðisvísindanema 2019 til 20 og situr nú sem formaður. Þá hefur hún einnig setið í deildarráði heilbrigðisvísindasviðs þar sem hún hefur tekið virkan og góðan þátt. Sigga er öflugur talsmaður háskólans og hefur, eins og sumir aðrir, tekið virkan þátt í kynningarstörfum og þá sérstaklega þegar kemur að hennar fagi, iðjuþjálfunarfræði. En það gleymist seint þegar hún náði að sannfæra framhaldsskólanema sem hafði ákveðið að fara í læknisfræði að leggja nú frekar stund á iðjuþjálfun. Nú af hug- og félagsvísindasviði hlýtur verðlaun góðvina Karen Jónasdóttir sem að útskrifast með BA-próf úr nútímafræði. Hún hóf göngu sína við Háskólann á Akureyri með trompi og satt sitt fyrsta námsár sem nýmnema fulltrúi Kumpána, félagsvísinda og sálfræðinema. Á öðru ári hélt hún í skiptinám til Tékklands og við heimkomu gegndi hún hlutverki formanns kynningarnefndar SHA og satt í stúdentaráði SHA starfsárið 2019 til 20. Karen sinnti störfum sínum sem formaður kynningarnefndar að miklu metnaði þar sem hún sýndi afar sjálfstæð og öguð vinnubrögð og leiddi nefndina áfram til góðra verka. Karen er ötull talsmaður Háskólans á Akureyri. Nú að viðskipta- og raunvísindasviði hlýtur verðlaun góðvina Háskólans Þórný Stefánsdóttir en hún er útskrifast úr tölvunarfræði. Þórný hefur síðustu 3 ár stundan námi í tölvunarfræði frá Háskólanum í Reykjavík við Háskólann á Akureyri. Auk þess sem hún hefur lagt stund á viðskiptafræðigreinar innan viðskipta- og raunvísindasviðs HA. Þórný er afar metnaðarfull, góður námsmaður og ætíð samkvæm sjálfri sér. Þórný var formaður Data, félags tölvufræðinema starfsárin 2018 til 19 og 2019 til 20 og satt í stúdentaráði SHA. Þá hefur hún einnig setið sem fulltrúi stúdenta í umhverfisráði Háskólans síðustu 2 ár, en þar hefur hún leyft áhugasviði sínu að blómstra og tekið virkan þátt. Þórný hefur tekist einstaklega vel til við að leiða samnemendur sína áfram til góðra verka og sjá til þess að þeir séu raunverulegir þáttakendur og hluti af Háskólanum á Akureyri. Nú þá er þetta komið hjá mér. Að lokum vil ég óska öllum kandidatum Háskólans á Akureyri innilega til hamingju. Takk fyrir mig. Nú hlýðum við á lagið Kveðjustund í flutningi Ágústu Skúladóttur. Upphaflegur höfundur lagsins og texta er hann Guðmundur Þórarinsson.
Jón Hlífar Aðalsteinsson og Sólveig María Árnadóttir breyttu textanum sem átti að flytja hér á árshátíð SÁA. Fyrir hönd SÁA vil ég óska ykkur til hamingju með áfangan. Það lítur kannski út fyrir að útskrift sé ekkert mál, en undir yfirborðinu geymi ég öll mín tár. Þú og ég, við verðum ekki alltaf í SÁA. Ég reyni hvað ég get að sætta mig við það. Tek utan þig en ég vil ekki kveðja. Þú gafst mér stóru vís og sprellmóð. Því komið að okkar kveðjustund. Ég stend hérna með tárin í augunum. Ég vildi gæti stoppað tíman hér, en tíminn flýgur alltaf burt frá mér. Ég trúi því að stjörnurnar lýsi okkar leið. Ég trúi því að leiðin liggi aftur heim. Því þó svo að við séum ekki alltaf á sama stað, þá einhver tenging sem ég mun alltaf finna það. Tek utan þig og ég vil ekki kveðja. Við kynntumst jú flest hérna saman í Háa. Á nýnema dögum breyttist allt. Við gengum saman gegnum heitt og kalt. Ég vildi ég gæti stoppað tíman hér, en tíminn flýgur alltaf burt frá mér. Tek utan þig en ég vil ekki kveðja. Við kynntumst jú flest hérna saman í Háa. Á nýnema dögum breyttist allt. Við gengum saman gegnum heitt og kalt. Munum aldrei gleyma sama hvað. Við eigum alltaf elsku Háa. Komið að okkar kveðjustund. Ég stend hérna með tárin í augunum. Ég vildi ég gæti stoppað tíman hér, en tíminn flýgur alltaf burt frá mér. Kæru kandidatar og gestir, þá fer þess að verða lokið hjá okkur. Það er ekkert meira við hæfi heldur en að svona útsendingu sé hægt að slaufa eða slá botnin í hana með Íslandsklukkunni sjálfri. Áður en við gerum það, þá vil ég nota tækifærið og þakka ykkur kærlega fyrir, kæru kandidatar. Haldið þið áfram að vera virk,
haldið þið áfram að nota myllumerkið Háskólahátíð, leyfa okkur að sjá hvað þið eruð að gera og við viljum að sjálfsögðu hvetja ykkur til þess að mæta aftur hérna í Háskólann 5. september næstkomandi. Þá verður afmælishátíðin eiginlega, 33 ára afmæli Háskólans sem verður í ár sérstaklega tileinkuð ykkur. Annað væri nú skrítið. En takk fyrir mig í dag, takk fyrir þessa ánægjulegu stund. Framtíðin er ykkar. Ég gef boltan yfir á Rúnar Gunnarsson, sérlegan hringjara Háskólans á Akureyri og alþjóðafulltrúa. Takk fyrir daginn.